Komið nú sæl. Eitthvað þurfum við nú að hækka upp og þá verðum við víst að gera það svo allir séu nú glaðir og kátir. Þannig einhvern veginn ekki, aðeins herra. Svona að vera með myndavél, þá þarf maður að stundum ekki stilla eitt og annað og flestir gera það áður en þeir byrja en sumir eftir að þeir byrja. Það er svona val hvernig við gerum þetta. En það er sama, við ætlum að reyna að gera þennan þátt sem heitir nú bara eftir Guðs orð. Og eins og nafnið bendir til, þá fjallar Guðs orð. Guðs orð er beitt orð, segir það enda sjálft, vera beittar að hverju tvíeggjuðu sverði. Tvíeggja sverð, þú veist hvað það er ekki. Það er jafn beitt, hvort sem er að ofan eða neðan. Svona öndvert við hnífa og annað, þeir eru nú með bitið að neðanverðu en ekki að ofanverðu. En tvíeggja sverð var beitt báðum megin og hefur því verið skæðara í orustu en hitt. En við erum ekki bardagamenn til að eyða lífi, heldur til að byggja upp líf og bæta líf og gera tilvistina betri en hún er. Vegna þess að okkur er gefið það að vera með þetta í þeim farvegi. Allt er þetta vegna þess að við eigum til í hjarta okkar nokkuð sem ekki allir eiga. Og allt þetta tal, þetta áhyggjutal sem þú heyrir í útvarpi og sjónvarpi og hvar sem er borið fram. Þú sér að það eru áhyggjur út allt. Það er umræða út allt hvað mögulega og hugsanlega getur skeð. En ég segi það að ég vil ekki vera það. Þó að margt sé í gangi og margt sé í farvetninu og alls konar að grassera undir, þá er það nú ekkert víst að það komi og það vitum við líka. En við, að því við fengum fregnir af því, þá höfum við alveg gríðarlegar áhyggjur. En við horfum ekki upp og við segjum við okkur sjálf, það hefur allavega ekkert enn gerst. Og þetta segir mér það, Konráð, njóttu dagsins. En ég ætla ekki að sökkva mér út í eitthvað sem mögulega hugsanlega geti gerst. Vegna þess að það er bara mögulega hugsanlega sem það geti gerst. En er ekki í hendi. Ég hef verið hins vegar ýmislegt í hendi. Ég hef þennan dag í hendi. Og hvað ætla ég að gera með hann? Því ræði sjálfur. En ég ætla ekki að festa mig í umræðu eitthvað sem mögulega gerist. En ef þú skoðar umræðuna, þá er hún öll meira á minna þar. Af hverju? Að því fólki sér ekki lengra nefið sínu. Það er málið. Og að því að fólk þekkir ekki Guð og hefur ekki leiðina að honum, svona er ekkert að pæla í þessari leið, þá eru málin svona. Af hverju? Það er afl í heimi, sem ég veit að þú vilt ekki heyra sem heitir andavur og vonskunnar og þær fara mikið. Og ég get alveg lofað þér því að þær eru ekki að segja það sannleika. Þær eru hér til að valda róti og umróti og taka fólkið með sér út í áhyggjudeildina. Og það er vel svo auðvelt að halda því henni við áhyggjudeildinni vegna þess að það er svo stutt í að við missum svolítið móðinn. Og það er málið fyrir það að þú missir móðinn.
þá eru þeir búin að ná að tökum í umræðu ekki neitt, í raun og veru. Hvað er umræða það sem mögulega hugsanlega getur gerst annað ekki neitt? Við vitum að það getur allt gerst, en það er á mínu valdi hvort að ég ætla eitthvað að láta það plaga mig. Og ég segi nei, ég ætla ekki að láta það plaga mig. Ég ætla bara að njóta dagsins, eins og ég hef gert alla mín ævi. Ég ætla ekki að vera þarna. En þessu ræði ég alveg sjálfur. Og ég alveg svo þú og allir aðrir menn vita hvað það er auðvelt að detta inn í þetta kerfi þar sem þetta er bálað upp. Ef og mundi. Þetta er ekki viskuleg umræða. En þarna eru bæði lærðir og ólærðir vegna þess að þeir sjá ekkert lengra þessu. Og aftur kemur fram forréttindi hins kristna sem Drottinn gefur færi á að sjá aðeins lengra þetta og hann horfir bara framhjá þessu upp til Jesú. Og það er engin vandamál, bara lausnir. Og þú hefur fullan aðgang að þessum einstaklingi, Jesú, vegna þess að hann leyfið þér. Hann gaf þér leyfið til þess að tala við sig og eiga við sig samskipti. Viltu það? Ég veit það ekki, en ég vil það. Ég þrái ekkert frekar. Þannig allt er þetta nú í réttum farvegi, þar að segja, ef við höldum okkur þar sem Jesús er. Og hvar er Jesús? Ég veit ekki hvort þú veist það, en hann er í hjartanu þínu. Þannig að þú hefur alltaf stöðugt samband við hann og samfélag ef þú vilt. Þú ræður því sjálfur. Þú ræður því samfélagi sem þú vilt vera í. Ég vil vera í samfélaginu með Jesú. Og mér hefur borið gæfa til að vera í samfélaginu með Jesú. Þannig að þetta er nú það sem ég vildi segja við þig, vegna þess að ég er hérna að tala mína reynslu og bara mína reynslu. Og ég segi, ég veit ekki með þig, ég veit hvert ég er að fara. Og hvert ertu að fara, spurðu? Ég er að fara til ríkis Guðs og himnum. En enn er ég hér og enn er ég í þessum mæðudal og þarf að hlusta á alls konar umræðu frá fólki sem eru ekkert nema áhyggjur. Þess að ég segi, ég vel mína leið og þú þína og ég vel að vera ekki þarna. Að ég hef séð og lært að það er til margt annað sem einnig ég er raunverulega miklu betra. Og akkur þó að velja næst bestu leiðina eða þriðju bestu leiðina þegar maður veit bestu leiðina. Við sjáum að það er ekki mikil viska í því. Þess vegna erum við líka hér að boða hinn uppreisna Jesú vegna þess að hann lifir í dag. Hann reis upp frá dauðum. Hann er að gefa mönnum frelsi í sér sem munu lifa með honum en klára sinn tíma hérna á jörðinni, umvafinn honum, varinn á honum, að svona mestu leyti þó ekki öllu leyti. Það er svona ákveðin tilgangur og viska í því vegna þess að ef að lognið eitt leki þig, Drottinn getur alveg hagað seglu þannig það sé bara logn í kringu þig. En þú ert ennþá hald og þú ert ennþá manneski svo hver önnur. Þá er allar líkur á því að trúin fjari undan þér. Og þá er ver af stað farið heldur en hitt. Þegar við verðum að klára þetta dæmi. Og við vitum alveg hvernig við klárum það. Þegar við gefum upp öndinni sem sagt þá höfum við klárað skeiði því þá tekur við það sem þá tekur við. Og þú veist núna, ef þú trúir Jesú, að faðmur Jesú býður þig.
Þannig að þú ert hólpinn, þú þurft að berjast fyrir því að hafa þessa hugsun hjá þér, að vera hólpinn, en sem betur fer og með Guðs hjálp þá vitgastu alltaf aftur og þú sérð að þetta er eina leiðin. Þannig í raun og veru hefur ekkert val. Ef þú vilt lifa, haltu þú báðum höndum í Jesú. Og ég veit að þú vilt lifa, auðvitað. Hver vill ekki lifa? Að vil ekki lifa er ekkert annað en viss geðveiki, segi ég nú bara. En sumir velja að taka sitt líf sjálfur og það er hörmulegt, trúðu mér með það. Ekki bara fyrir þá sem að eftir standa, heldur líka fyrir þennan einstakling sem að einhvers staðar. Hann kláraði ekki skeiðið, hann stoppaði það sjálfur áður, en hann einhvers staðar. Þannig þú sérð, ef þú hugsar þetta svona, að Drottinn er með tilgang með því að koma þér í heiminn. Tilgangurinn er að lifa með sér í Jesú nafni og gera köllunina sem hver maður fær þegar hann hefur tekið við trúnni. Fyrst tekur við trúnni, svo snemma seinna á ferlinum kemur fram hvað Drottinn ætlast til af þig á þessari vegferð. Og við kristna fólkið köllum það köllun. Hver er þín köllun? Þetta sinninni, ég veit það ekki, en þetta er mín köllun. Og þetta reyni ég að gera vikulega og hef gert blessunarlega vikulega. En ég þarf, eins og allir aðri menn og allar aðra konur, hvatningu frá þér að gera þetta, til að maður sé ekki þetta eyðiskýr út í ballarhafi sem enginn er, sem á annar borð ræki sitt samfélag og er kristin manneskja með réttum formerki. Rétt formerki í Kristi er það að við erum í samfélagi hvort við annað. Við köllum það samfélag, við köllum það kirkju. Þetta er staðurinn sem að kristnir menn koma á og konur til að byggja sig upp, til að viðhaldast í trúnni og vaxa í trúnni. En þetta merkir líka það að þú ert náttúrulega ekki alltaf í þessu samfélagi, kannski minnst það. Hvað ert að gera þegar samfélagi nýtur ekki? Þá þurfum við líka að vera að sýsla eitthvað í Jesú nafni, því að það er best fyrir okkur sjálf að gera með þessum hætti. Best fyrir okkur sjálf. Þannig að við erum án afsökunar að gera ekki það sem að Drottinn vill að við gerum og svo framvegis. Þannig að við hjálpumstum að við þetta. Og hvað er best í fari kristinna manna? Best er þegar vinátta ríkir á milli þeirra. Er það sjálfgefið? Ég veit alveg hvað menn vilja, en því miður þá er það ekki sjálfgefið. Menn vilja þetta, vegna þess að eitthvað í hjartanu þeirra segir að þetta eigi að vera svoleiðis. Þannig að menn þurfa að vinna sig á ýmsa vegu að þessu marki. Og þannig erum við komin að einstaklingi sem þarf að gera sitt til að verði. Og ef allt er vel, og það gerir það nú yfirleitt, þá erum við nú allir bara ágætis vinir. Og það er markmið. Við erum að fara að hitta vini okkar, við erum að fara að hitta Jesú. Og vini okkar sem eiga saman við Jesú. Hann er alltaf sameiningartáknið. Hann er ekki sundrungin. Hvað sem menn segja, ég veit svo sem ekkert hvernig menn fyrir utan tala þetta, þeir tala allavega þetta. En þeir eru að tala af vanþekkingu vegna þess að þekki ekki málið sjálfur. Þeir heyra af afspurn þetta og það er ekki alltaf verið að draga upp rétta mynd af því sem er að afspurnin pælir ekki til því.
Þannig að hún ekkert að skoða niður í kjölinn þetta og hitt. Og af því að menn gera þetta ekki en talast á, þá öll þessi skekkja í gangi. Þá allt þetta í gangi sem svo áhyggjuvaldandi út í heimi. Það umræði eftir umræði eftir umræði eftir umræði það sem að gerast út í heimi. Það umræði eftir umræði eftir umræði það sem hugsanlega geti gerst. Og vitið, borið fólk stígur inn í fjölmiðlana og ræða þetta fram og tilbaka. Það ekkert nema ef og mundi. Ef þetta gerist, ef hitt gerist. Hver dagurinn í dag fyrir hjá þessu fólki? Já, ég sé ekki hann sé til. En hann samt hér. Og við horfum í kringum okkur. Við erum full af áhyggjum eitthvað sem geti gerst. Við sjáum að þetta allt á sínum stað. Það enn ekkert gerst. Ekki bara stoppa þar. Og segja við okkur, það hefur nú enn ekkert gerst. Eigum við þá ekki að leyfa því að gerast, því að við hvort þeir ráðum engu það, hvort það gerist eða ekki. Og tökumst á við það ef það gerist. En ekki vera með umræðan á þessum stað, að þetta hafi bara gerst. En hún oft það, að eitthvað hefur gerst sem aldrei hefur gerst og gerist kannski aldrei. Þetta segi ég nú sé að sólunda sínum tíma. Við erum að fara vel með okkar tíma. Við erum að nota til að byggja okkur upp, við erum að nota til þess að gera eitthvað gott. Umfram allt skulum við líta í kringum okkur. Og reyna þó að lagfæra eitthvað þar sem við sjáum að úr lagi fært, því að það getum við. En við sjáum það ekki, við erum eitthvað starf allt annað starf í pælingur. Og hver etur upp af öðrum, svo verður úr einhver bastardur, en enginn verðist geta litið upp úr þessu og sagt, já það hefur nú ekkert enn gerst, af hverju ég að tala þetta, af hverju ég að pæla í þessu. Og það sem nær okkur. Við getum litið á það. Við getum sagt líklega harla gott. Þannig við sjáum við getum alveg búið okkur til góðan dag bara úr því sem og þetta raunveruleiki. Ekki hitt, ekki efið, ekki mundi, kannski hugsanlega. Það engin svör að tala með þeim hætti, en umræðan full af þessu. Maður að fylgjast með, segja menn. Fylgjast með hverju? Kjaftasögunni. Með hverju erum við að fylgjast? Við pælum ekkert í þessu að því hugurinn svo flöktandi. Hann stoppar aldrei við neinar staðreyndir. Og hver staðreynd? Horfðu í kringu þig. Og þú segir eins og ég að það var ekkert gerst enn. Þannig við sjáum að umræðan harla oft á mjög lágu plani. Hámenntaðir menn, gáfu menn og allt það og konur eru þannig að velta þessu fyrir sig, að ræða þetta. Alveg endalaust að ræða þetta. Hvað? Eitthvað sem hugsanlega getur skeð. Finnst okkur þetta vitleg umræða? Ég veit það ekki, en ég held að menn þurfi ekki menn geti alveg fundið sér miklu betri umræðefni því að við erum viti borið fólk. Heldur hann að draga niður yfir sig eitthvað kannski hugsanlega mögulega. Ekkert í þessu. Þess vegna segi ég það og tala fyrir sjálf á mig. Ég vil bara ræða orð Guðs. Það núna. Ég segir Guð, segir Drottinn. Það hverju ekki að ræða hann. Hann hér og nú. Og hann vakir yfir sköpun sinni, hér og nú. Og því hann Og við sem tölum hann og hugsa hann, erum að tala eitthvað raunverulegt. Trúir þess ekki? Líklega ekki.
Það fyrir eftir á hvaða stað þú ert. En þetta nú samt raunveruleiki. Það sem að ske út í Úkraínu eða hinum megin hafs eða hvað þetta er. Við erum með alla rörsýnin og það. Og það sem að ske í Ísrael og Palestínu. Við erum með alla rörsýnin og það. Hvað getum við gert í því? Ef við viljum þá getum við alveg haft áhyggjur af þessu. Ég segi, ég ætla ekki að hafa áhyggjur af þessu. Ég ætla ekki að draga eitthvað ský yfir mitt líf, því þetta er mitt líf og ég þarf að lifa því. Og þess vegna lofa ég Guð, það er mitt líf. Og það er það besta sem ég ger fyrir mig, það er að vera bara þar. Ég get verið hvar sem er með mig sjálfan, alveg svo þú og allir hinni. Já, ég get líka verið með mig á staði Jesú Krist. Og leyft honum svolítið að leika hjarta mitt og huga. Af því ég vill það sjálfur. Ég vill það sjálfur. Þannig að lífið er létt, ljúft. Það sem að reynir að gera létt og ljúft og ekkert að draga yfir sig og til sín þessar umræður, hugmyndir og hugsanir ef einhvað gerist, því þú veist ekkert hvort það gerist. Og þegar það gerist, má vænta þess og búast í því að það komi þér óvart hvort þið er, eins og margt annað. Þetta meira og meira kemur manni alltaf óvart. Allavega hefur það verið hjá mér. Aldrei hef ég vitað fyrirfram neitt svona alvarlegt sem að gerist fyrir það hefur gerst. En við erum að draga upp myndir af þessu, hugsanlega, mögulega. Svo 10 árum seinna situr allt við sama. Og við orðin eldri, 10 árum eldri og kannski feitari, eða eitthvað svoleiðis. Það var það eina sem gerðist að aldurinn hækkaði vegna þess að við lifum frá degi til dags. Við horfum tilbaka á maður að 10 ár og þá bætir við 10 árum við aldurinn. Það er staðreynd. Við erum að vera það. Fylgjast með, segir við erum að fylgjast með, jú, við fylgjastum með. En með hverju erum við að fylgjast? Engu, sem ekki er til, sem er bara einhver hugaburður okkur eitthvað sem mögulega, hugsanlega. Það er ekki viskulegt. En þetta er nú heimurinn fullur af, vegna þess að hann er fullur af engum. Það er nú bara málið. Fullur af orðum, mann og kvenna ekki neitt. Það er nú málið. Vangaveltu mann og kvenna bókstaflega ekki neitt. Þetta er vandi. Og við erum eyrum og við erum móttækileg og nemum þetta frá hægri til vinstri. Og við spyrjum, veitu hvað er að gerast? En ég segi það er ekkert að gerast. Kringu þig, það er ekkert að gerast þar. Mér er svo rólegt að þú eiginlega kannski finnst það ofrólegt. Því má breyta. Þú breytir því með því að rísa úr fætur og taka þér eitthvað fyrir hendur. Þetta er allt í þinni hendi. Eitthvað raunverulegt. Það sem þú ætti að gera með höndunum þínu, það er raunverulegt. Og gott að því leyti að því að er raunverulegt. En ég nenni ekki lengur að sitja yfir einhverju sögum og hugmyndum og hugsunum og pælingum það sem gæti gerst. Ég veit alveg að það getur gerst. Ég veit að það getur allt gerst. Og það gerist það sem á að gera, svo allt í einu er það bara fyrir fram að þig. Sem er blessun eða eitthvað annað. Þetta er ekkert von á því, en það er komið til því. Þetta er raunveruleiki. Viljum við vera þar?
ef við hugsum þetta svona, já, þá viljum við endilega vera þar. En við verðum þó að hugsa með þessum hætti. Og það er svona hvatningin að við hugsum með þessum hætti. En ekki einhverjum öðrum hætti. Það er svona vandinn í þessu. Við erum ekki alltaf mjög jarðbundið fólk. En þar kemur aðstoð drottins til skjalanna því að hann vill að þú sért jarðbundin manneskja. Með báðar fætur á jörðinni. Sem þú ert ekki ef þú ert upptekinn við eitthvað sem mögulega hugsanlega getur gerst. Þá ertu aldeilis í lausu lofti með sjálfan þig. Það sér hver maður. Þannig þetta er svona hvatningin fyrir einstakling, því að hver einstaklingur tekur ákvörðun þetta, að við erum ekki þarna lengur. Eins og ég var að segja áðan, þá horfum við kringum okkur sem það hefur allavega ekkert enn gerst. Leyfið því bara að gera því sem á að gera og tökumst á við þetta þá. Því að það sem gerist er þess að valdandi að við þurfum hvort þið að gera það. Okkur verður ekki hlíft í því. Leyfum þessu bara að koma. Við vitum að við sumt ráðum við hvort þið engu Leyfið því bara að koma. Og höldust það. Því að það getum við svo vel. Þannig við þurfum að leyfa rödd drottins að tala til okkar. Því að rödd drottins, hún talar alltaf visku til okkar. Sem bætir ástandið og dregur okkur úr þessu lofti, lausa lofti sem við fjúkum til í. Engu til gagns. Við erum ekki til þess að vera í lausu lofti, við erum til þess að vera með báða fætur á jörðinni. Og það er viska falin í því að hugsa svona. En við eigum ekki að taka þátt í að velta okkur upp úr einhverju, þó að það sé skemmtilegt að einhverjum á mati og þeir segja við sjálfum að maður verður nú að fylgjast með. Gott að fylgjast með. En með hverju? Engu. Búa til eitthvað úr engu. Hugurinn gerir það. En það er samt ekkert sem hann er að vinna með. Og svo líður tíminn þá var aldrei neitt að því. Og menn búin að eyða alveg svakalegum tíma í ykkur umræðum ekki neitt. Tökumstum á við það sem er í hendi. Af því að það er í hendi. Og það er fullt af vandamáli sem þarf að leysa. Leysum þau. Og höfum allt í góðu lagi hjá okkur og fyrir svo út í vangaveltur vindinn og loftið og hitt og þetta. Ef við nennum því. Ég held eftir að við erum búin að leysa þetta og hitt og þetta, þá höfum við bara engan áhuga að því. Við erum bara þreytt, við erum bara að hvíla okkur. Og það er alltaf að hvíla sig. Þetta er að þjóna drottni. Hann er raunveruleikinn sjálfur. Ég segir drottinn. Núna. Og hann talar inn í þetta allt saman. Hann er svo merkilegt með drottinn. Já, merkilegt, ég veit ekkert það, en svona er drottinn. Hann talar inn í þetta allt. Vegna þess að hann veit hvernig maðurinn er. Og hann vissi alveg hvað gerðist ef hann gengi þessari veru við skilnistri góðs og íls á hönd. Þá yrði þetta svona. Bastarður. Hefur ekki með gáfur fólks að gera. Hefur bara með veikleika fólks að gera sem að þetta virkja. Og ruglar í fólki. Og veit alveg hvað hann neglir það. Hann neglir það í áhyggjum. Að þenni vondur. En við viljum ekki hlusta á hann sem er góður. Og okkur finnst hann vera svo mikið frat. En hann nú samt til staðar. Hann gengur til hliðar við þetta allt. Af því hann er til staðar.
Og hann segir, Konráð, ég er. Já, hann er. Núna. Hann er raunveruleiki núna. Og ég get talað hann, er þó að tala raunverulegt tal. Hann sem er og hefur ekki farið neitt. Hann sem er og elskar og annast það sem hann skóp og gerði, og ég er einn af þeim. Þú bendur á sjálfa þig og segir sama. Ég er einn af þeim. Og hann annast þig. Hann talar til þig og hann segir í orðið sínu, hafið ekki áhyggjur. Hann segir meira, hafið ekki áhyggjur af morgundeginum. Það er þetta sem við erum að tala um. Við höfum mörg áhyggjur á morgundeginum sem enginn veit hvernig er. Hvað þá eftir ykkur ár. En við erum að pæla í þessu öllu saman, ef og mundi, hittir það. Ef þetta gerðist, ef hitt gerðist. Og við bálum þetta upp og búum til bastard eftir bastard af engu. Þetta er hugurinn. Og þetta fólk er ekki með í samflóti við hann sem segir sjálf sig ég er. Hann talar allt öðru sig. Hann talar það sem er. Hann talar raunveruleikan sem er í gildi núna. Hver er hann? Raunveruleiki minn er þessi þáttur sem ég er að búa til. Hann er raunveruleiki minn. Ég veit ekki neitt meira svona í augnablikinu allavega, en þegar þessu líkur og þá veit ég meira það. Þó ekki allt. Ég fer úr einu umhverfi yfir í annan. Það er minn raunveruleiki. Og ég set útvarpið á. Maður er pælingar um allt og ekki neitt í raun og veru. Maður spyrir býtu, hvað er fólkið að tala? Eitthvað hugsanlegt, mögulegt. Á hverju? Hverjum gagnast það? Þá segir fólk, og afsaka sig, maður að fylgjast með. Já, gott að fylgjast með, þá spyr ég aftur, fylgjast með hverju? Þú voru að hafa eitthvað í hendi til þess að fylgjast með því. Það er raunverulegt tal. En við erum svo lítið það. Þegar við erum svo lítið í því, oft á tíðum, að beina spjótunum á okkur sjálfu. Það er lenska hjá manninum. Það er lenska eins fallna manns að gera þetta svona. Hann er alltaf með pælinguna eitthvað staðar út í buskanum og dregur upp alls konar myndir út í buskanum. Af hverju? Hefur hann ekkert umræðuefni? Já, stundum mætti ætla það, já, hann hefði ekkert umræðuefni. En samt talandinn alveg sólarhringum saman eða dagum saman. Þagnar hann aldrei. Við þurfum að nota viskuna, kæru vinir, til þess að viskan komi fram í okkur, því að við eigum hana til. Við tala nú ekki sem þekkjum Jesú, þá er viska hans sem við erum að bera fram. Og ég lofa þér því að viska drottins er ekki ykkur staðar út víðan völl, fjallandi það sem er ekki raunveruleiki. Er ekki hendi. Við teljum að þetta og hitt gerist, en það gerist aldrei. Hvað margar sögur höfum við ekki að þessu? Ótaljandi sögur. En við lærum samt ekki að því. Við lærum samt ekki að því. Að við erum svo litlir sveimugar sem höfum gaman að því að velta ýmsu fyrir okkur og það er gott að hafa gaman af einhverju. En höfum þó gaman að líka að því sem er raunveruleg. Ég hef mest gaman að því. Þess vegna þjóna ég er. Hér og nú. Og tala orðið hans sem er hér og nú. Raunverulegt.
Það er þarna sem ég vil vera, ég veit ekki með þig og ég er svo sem ekkert að skipa eitt eða neitt. En þarna vil ég vera. Vegna þess að þarna er gott að vera. Gott að vera á góðum stað. Við eigum að vera á besta staðinu sem við getum verið á, af því við höfum völ á því að vera það. Og tala svo mikið ég gleymdi að fá mér vatn. Ég er það og þá get ég tala meira. Hvað vorum við að tala um? Búin að gleyma þig? Nei. Við vorum að tala um fólk, mig og þig. Þegar við dettum í þann gírinn að tala um eitthvað sem er ekki. Við segjum að segja væntanlegt. En hvað veitum við það? Hvað er væntanlegt? Þú veist það, minn kæri, þegar þú hefur það hendi, þá veistu það. Veist líka hvað það er. Raunverulegt. Þegar okkur róa líka vel við það sem er raunverulegt. Við höfum að gefa þeim miklu meiri tíma en hinum sem er ekki raunverulegt. Það hugsanlega geti gerst, vissulega, það getur allt gerst. Samt hefur nú ekkert gerst, þetta er nú svona bara venjulegt. Allavega í kringum mig, ég held að ég sé ekkert start sker út í ballarhafi hvað þetta var það. Og ég ræð mínu umræðu efni og mínu þöngum. Og ég vil að eitthvað sem ég er að pæla í og velta fyrir mér sé allavega eitthvað sem er raunveruleg. Drottinn er raunverulegur. Kannski gefur þú ekki mikið fyrir svona tal. En það breytir ekki því að hann er raunverulegur. Hann er. Og hefur alltaf verið og verður áfram. Og kannski ég og þú segjum. Já. Það er gott og gefandi að vera með svona Guðsorð og þátt og leyfa hjartanum bara að tala eitthvað á Guðs vegum. Og nú var umræðan þetta tal okkar oft og sem er núna í gangi alveg þvílíkt og búið að vera í marga mánuði eitthvað hugsanlegt mögulegt. Þetta er engin viska í þessu. Og ég er nokkuð viss um það að menn eru sammála mér um þetta. En þannig eru menn bara fastir. Því miður allt of margir. En menn hafi þetta eins og hver vill, en ég vil ekki vera þarna og ég vil ekki taka þátt í svona umræðum. Ég er alveg til í umræðum það sem hefur gerst og við getum svona fjallað og kannski bættum betur með og hindra að þetta gerist aftur. Það er nú lærdómurinn af öllu sem gerist að ef það er ekki gott þá viljum við nú hindra það í að gerast aftur og það er viskuleg umræða. Þú fékkst það í hendurnar, þú fékkst það framan í því jafnvel og hefur það til viðmiðs og þú veist jafnvel hvernig þetta gerðist og þú getur sett upp ykkur að veggi það að þetta gerist ekki aftur. En að eyða svona miklum tíma í það sem mögulegt hugsanlegt er bara kjaftæði. Og hvað gefur það af sér? Það getur ekkert gefið neitt af sér því að þú hefur ekkert í hendi til að miða við. Sem er lykilatriði að eitthvað gerist og eitthvað gagnlegt komið fram úr umræðinu. En meðan við erum bara að tala í lausu lofti, þá getur ekkert orðið neitt til af því. Jú, áhyggjur. Depurð, leiðindi, kvíði, ótti. Allt vegna þess að eitthvað mögulega hugsanlega getur gerst. Ég vil ekki vera þar, eins og ég margótt sagt í þessu þætti. En ég segi líka og sagði áðan að hver maður hafi þetta bara eins og hann vill. Ekki ræði neinum það. En við segjum þetta gott í dag og Konráð kveður og verður hér með nýjan þátt af viku liðinni og þú mátt alveg biðja inn í það mál. Verið sæl.